Góðan dag, Sigrún Arna heiti ég og með lítið fyrirtæki sem heitir Náttúruprjón. Ég að búa til uppskriftir og í uppskriftunum alltaf mikið að leiðbeiningum. Af því ég vil bara gjarnan að þið ná að klára það sem við að tala Og ákvað að byrja að búa til svona kennslumyndbönd við uppskriftirna mína svo að sé alltaf á sama stað. Svo verður þetta, ég að setja þetta allt inn í svona playlist, þannig að ef þið að prjóna ákveðið verkefni þá ættu öll hjálpa vídeóin að vera á þessu playlist og þið getur hort á það. Svo svona ýmislegt sem að gert sem að ég ákvað að sýna og kenna og hvernig ég geri það, en það alltaf aðrar aðferðir við hlutina. Til dæmis því ég prjóna svona tvílit, þá festi ég, eða þrílit, þá festi ég bandi alltaf á bakvið. Þegar við að prjóna þetta teppi til dæmis, þá þarf ekki að fóðra það vegna þess að það lítur allt í lagi út aftan og ekki, það mjög litli möguleikar á það dragist til. Eftir því sem að við festum bandið á meiri svona rythmatískan hátt með svona einhverju reglu, því fallegri verður bakgrunninn og þá myndast ákveð mynstur í bakgrunnunum. Það kannski ekki alveg hægt að sjá munstri sem framan á, en það svona verður svona ákveð rytmi í bakgrunnunum. Er regla. Nú ætla ég að sýna ykkur hvernig ég prjóna með tveimur litum. Ég hef alltaf litin sem ég nota minna nær mér. Ég hef á milli vísifingurs og löngutangar og milli löngutangar og baugfingurs hef ég bandið. Ef ég með þriðja litin þá hef ég hann á milli. Það svona þá flækjast böndin ekki jafn mikið og maður hefur svona smá stjórn á því að hleypa sitt hverju bandinu eftir sem meira notað. Bíða aðeins. Fór bendillin af munstrinu. Svo ég þarf að þetta. Ok, þetta endin og ég búin að fitja upp búa til lykkjuna, svo ég ætla bara að byrja að prjóna og það byrjaði á appelsínugulu, svo 1 grá og svo koma 5 appelsínugular og þá prjóna ég fyrir ofan gráa bandið 1, 2, ætla að fela þriðju lykkjuna og fer þá undir gráa bandið og þá búið að krækja bandinu í lykkjuna og þá hún orðin föst og gefur það ákveðin slaka líka á, þannig að það myndist ekki kipringur. Svo koma 2 lykkjur í viðbót og svo það 1 grá og 3 lykkjur. Það allt til að festa líka þótt að séu 3 lykkjur. Ég geri það oft og sérstaklega svona eins og í þessu verkefni þar sem ég ætla ekki að búa til baklið á teppið. Og þetta rennur allt mjög laust og lipurt. Þannig að það ekkert svona vesen á neinu og nú festi ég aftur í annari lykkju og svo kemur svona og svo ég að koma að því það sem ég festi hinn litin af því að hann nær okkur þá prjóna ég fyrst bara í neðri bandið svo í annari lykkju þá fer ég yfir gula bandið sækir gráa bandið og bý til lykkju og svo prjóna ég þriðja bandið bara eðlilega. Þetta tekur smá tíma til að byrja með en þetta algjör snilld og ég var rosa glöð þegar ég þegar mér var bent á þetta þegar ég fór að gera þetta svona og fyrst var þetta ekkert skemmtilegt en svo bara í dag þá ger ég þetta ósjálfrátt. Það bara orðið svona einstillt hjá mér. Þannig ég hef bara ekkert verið að prjóna alveg rétt en ég ekki bara. Takk fyrir að horfa. Takk, bless.